Nú ætlum við að bregða okkur aðeins út í heim, við ætlum að fara til Brasilíu. Hann hingað kominn Luciano Dutra. Velkomin. Þú nú oft komið hingað að ræða stjórnmál í Brasilíu. Það var svolítið spennandi kosningar síðast þegar Lula, eiginlega rétt vann Bolsonaro. Bara, já, naumlega. Mjög naumlega. En þú varst í Brasilíu í sumar? Já, það var í 2 mánuði þarna núna, júni, júli og ágúst. Hvað er að gerast þar? Bara, þú veist, það fer eftir hvaða svið við erum að tala Til dæmis ég var í heimaborginni minni Porto Alegre og þarna verið að leggjast í endurbyggingu eftir flóðum sem urðu í byrjun apríl, svona gríðarlega flóðir, verstu í 70 ár. Og þetta var svolítið svona fyrirséð, þetta myndi einhver tíma gerast og flóðarvarnir voru eiginlega í rústum samt. Þannig að það eru sveitakosningar núna eftir mánuð og þetta aðalmál þarna allavega í heimaborginni og svo á landsvísu þá náttúrulega þetta snýst líka sama baráttu milli Lula og Bolsonaro. Í São Paulo til dæmis 2 frambjóðendur sem að keppast að fá svona mestan stuðning frá Bolsonaro og hans fólk. Já, og eru líklegir að sigra með þann stuðning eða? Þetta Bolsonaro ennþá svona eins og Trump eftir að hann misti embætti? Að þá var hann eiginlega áfram leiðtogi hægrisins eða... Já, hann reynir eins og hann getur en hann má sjálfur ekki bjóða sig fram næstu 6-7 árum allavega. Þannig að hann að reyna að styðja við einhverja frambjóðenda hér og þar með misgóðum árangri. Til dæmis í São Paulo ungur frambjóðandi sem að reyna að veiða á sömu miðum og Bolsonaro. Þannig að þetta þarna kannski nær vinstri vængurinn forskott vegna þess að þetta eru 2 sem að deila þá kjósenda sín á milli sko. Annars myndi hægrið vinna Sábólu alltaf. Já, núverandi borgarstjóri af miðju til hægris flokknum sko. Það nú eitthvað svona landfræðileg skipting ekki í Brasilíu að vinstri menn eru sterkari í norðaustri. Já, þar sem fátækt mest og þar velferðarkerfi náttúrulega hefur meira að segja hversdagslega lífi fólks og fólk velur með þá bara maganum með vasanum og það skiptir máli fyrir þá hverja krónu og þannig að já, þetta útskýra hluta allavega þessi sveifla þarna til vinstri. Og það gerðist í hægra megin að Bolsonaro sem var svona jaðarfígúra í stjórnmálum Brasilíu, hann náði svona stöðu og var forseti tíma. Fólst í því svona svipað að við séð gerast í Hollandi eða Frakklandi eða Ítalíu þar sem að svona nýja hægrið eiginlega tekur yfir sviðið eða var hægrið kannski alltaf populist í Brasilíu? Ekki í eins miklu mæli og hann, það skrítið vegna að hann var búinn að vera á brasilíska landsþingi í 30 ár og synir hans eru allir í pólitíkinni líka. Honum tókst samt að samfæra kjósendum að hann væri eitthvað nýtt, að hann væri andpolítikus og var einmitt að fá stuðning af fólki sem var bara þreytt af pólitíkinni og spillingunni í pólitíkinni. Þannig að þetta kannski einsdæmi í raun og veru já, það einni svona populískur forseti sem við átt var Getúlio Vargas á 3.-4. áratug. Þetta svo langt síðan. Ég menn eftir honum að því að páfagaukurinn í næsta húsi við okkur þegar ég var 2 ára, hann hét Vargas. Út á forsetum? Já, út á forsetum. Hann opnaði til dæmis fyrir viðskipti við Ísland sko, hann saltfiskin fyrir kaffi á sínum tíma. Þannig að hann var gríðarlega vinsæll, hann var að setja lög svona lágmarksréttindi vinnandi fólks til dæmis og sumir sem líkja Lula við hann ennþá.
en ég held að hann var miklu meiri vinstri maður en Lula getur leyft sér að vera núna í þriðja kjörtímabil sín sem forseti. En má ég aðeins spyrja hægrið betur, að því að svona það virðist vera svona eins og einhver leyti líkt því sem að gerast í Bandaríkjunum og Evrópu, að það kemur svona áherslur, nýjar áherslur og að verja okkur fyrir einhverjum dómstigi sem að koma. Ég meina það verið að tala innflytjendur, ólöglega innflytjendur í Bandaríkjunum og innflytjendur í Evrópu. Og svo einhvern veginn hugmyndum það að allavega í Bandaríkjunum svona siðferðisleg hnignun samfélagsins með auknum réttindum kvenna og samkynhneigðra og svona sé ykkur svona vitið sem kemur á háskólanum, sé svona þvæla sem að spilla samfélagið. Hvað það ekki innflytjendur í Brasilíu sem hægt að benda á að sé að grafa undan samfélaginu. Hvað það sem að Bolsonaro og félagar segjast alltaf bjarga Brasilíuminu frá? Þetta eru þessi minnihluta hópar sem eru að fá auknu réttindi og kannski fólk af afrískum uppruna sem hefur núna einhvern tækifæri að mennta sig og hækka aðeins í félagslegum bara skala með menntun fyrst og fremst, en líka með stuðning velferðarkerfi sem við höfum ekki átt svona öflugan velferðarkerfi lengi síðan á tímum Vargas einmitt. Þannig að þetta eru þessi togstreita milli landshluta, einmitt fólk frá suðaustri, São Paulo, Rio, og sem horfi kannski svona með grumsendir á löndum sínum frá norðaustri, Amazóníu. Og vofa kommunismans ennþá, mjög vinsælt svona. Kalda stríðið var náttúrulega mjög harkalegt í Brasilíu. Já. Þetta var náttúrulega herstjórn þarna frá 1964 til 1984. Ekki eins brutalt og í nágrannalöndum Argentínu og Uruguay og Chile, en samt nokkur hundruð sem fórust úr vinstri flokkum og skæruliðshreyfingum. Andstæðan var bara drepin yfirlega. Já, bara mjög fljótlega. Þetta var ekki sigur í hugmyndastríðinu, heldur var bara fórustan í vinstrinu var bara drepin. Já. Það var stökkt á flótta. En það var fórustan ekki mjög stór í svona mannatali, þannig að þetta nokkur 100, 300, 400 mann sem bara drápust og þá bara var málið leyst að mestu leyti. Og Bolsonaro vísar í þennan tíma eins og hann hafi verið einhvern veginn réttlæti. Já, nema hann sagði mörgum árum áður en hann var kjörinn forseti að það eina sem hann var ósátt við að þau drápu ekki nóg marga. Hann myndi gera eins og í Argentínu og Chile til dæmis. Og gerði með COVID, með svona aðgerðaleysi sinni og með gjörðir sína líka, þú veist að nota ekki grímu og hvetja ekki til grímunotkunar og svona, og fólk haldi sig heima og svoleiðis. En þú nefndir fólk af afríkönskum uppruna. Það þannig eins og einhver leyti í Bandaríkjunum að stuðningur við velferðarkerfi að það lyftur upp jaðarsettum hópum og meðal annars fólki sem á ættir að reykja til Afríku. Og þar leiðandi andstaðan við velferðarkerfið ofta bara rasísk. Það þannig í Brasilíu líka? Já, nema það oft talað að við séum svona land þar sem allar þjóðir eiga rétt á sér og við erum blönduð þjóð og svo að orðið rassism eigi ekki við okkar samfélagið, en ef þú skoðar tölur fanga í fangelsum landsins, atvinnuleysi, bara dreifingu tekna í landinu og gæða, það bara alveg augljóst að afkomendur fólks í þrælahaldi á 19. aldar, 18. aldar eru verst stödd ennþá í Brasilíu. Þannig að þetta, þegar þú ert með einhverja málflutning að skerða réttindi þess fólks, þá ekkert annað í myndinni heldur en bara rassismi með öðrum hætti. En Brasilía rassískt samfélag?
Ég held það. Það eins og ég segi, það allskilnaður að því leyti að þetta eru svæði sem svartir eiga ekki erindi. Til dæmis þetta að breytast smám saman. En það oft verið að leita að þeim á verslunarmiðstöðum til dæmis, vegna það alltaf grumsamlegt að einhver svartur krakki þú veist, á rölti í verslunarmiðstöð. Alltaf hann upp á dekk þarna til dæmis, þetta bara svo augljóst. Svo líka svona talað að í áfeitingastöðum þú sérð ekki til dæmis svartir þjóna. Það gráða ekki fólki í svona sem sýnilegt. Kannski svartir í eldhúsinu eða þrífa, en ekki svona fram í sal. Og það á við mörg svið í brasilísku samfélagi. Þannig að þegar við horfum á brasilíska karlalandsliðið í fótbolta, sem kannski það þekktasta fyrirbrigði sem fer víðast frá Brasilíu, að þá sjáum við marga svarta og brúna. En það ekki þannig að þú horfir á Hæstarétt eða ríkisstjórnina. Já, þetta eins og segið, þetta að breytast smám saman. Þegar ég fór í háskóla í Brasilíu í miðbygg 1995, þá voru bara örfáir sem voru ekki alhvítir í kennslustofum, og þetta að breytast núna með kvótakerfi, þú veist, að þau bara fái tækifæri til að mennta sig og eiga forgang. Það eyrnamerkt nokkur sæti og svona. Þetta náttúrulega mætir líka andstöðu. Eins og í Bandaríkjunum, jákvæð mismunun, það verið að reyna að verða að fellita bara í Bandaríkjunum. Já, en það bara var orðið löngu tímabært. Þetta byrjaði þegar Lula var forseti í fyrsta kjörtímabili. Þú nefndi það að Lula gæti ekki verið jafn róttækur og menn gátu leyft sér fyrir 50, 60, 70 árum. Þannig að hann kjörinn forseti, svolítið naumt, en hann þarf að styðja sig við þing, þar sem að hans flokkur eða hann hefur engan meirihluta í þinginu, þannig hann hlýtur að þurfa að semja allt sem hann vil breyta, þarf hann að semja við svolítið breiðan hóp af. Já, málið að það sitja rúmlega 500 þingmenn í brasilíska þingið, en þau dreifast svona 30 til 40 flokka, mismunandi flokka, svo þetta alveg. Ég tek oft dæmi af Brasilíu þegar menn að tala fjölda flokka, og þá gott að taka dæmi af Brasilíu vegna þess að ástæðan fyrir svona margir flokkar á þingi hvað eru margir þingmenn í hverju kjördæmi. Ég held að það fari alveg upp í 70 þingmenn úr einu kjördæmi, að þá náttúrulega þröskuldur svo lágur að koma með nýja flokka. Og það ógrynni af flokkum á brasilísku þingi. Já, þetta blandað kerfi, þetta líka nokkur skona svona jöfnunarsæti á fylkisvísu. Þannig að þetta líka kjördæma kjörnir, en líka svona jöfnunarsæti, eins og ég segi, og það miðað við hversu mörg atkvæði tiltekinn flokkur fær á fylkisvísu eða á landsvísu þegar verðum að tala forseti á svona landstingið. Og þetta, og það þessi flokkar náttúrulega, jú, þetta fjölbreytt samfélag, en ég sé ekki betur að þetta sé ekki eins margir svona hagsmunir sem eiga rétt á sér á þingið, á landstingið, vegna þetta vettvangur til að taka stórar ákvarðanir, ekki svona mikroákvarðanir, þannig að þetta pínu skrítið og þetta þvælist fyrir lýðræði í raun og veru. Þannig að framkvæmdarvaldi þarf nauðsynlega að semja við svo marga flokka að þetta ekki hægt að, þú kemur ekki þín málefni á framfæri nema þú dreifir penninga svo að þingmenn geti líka gert eitthvað í sínum kjördæmum. Þannig að það virðist vera í forsetakosningu þetta kjósa milli svona afgerandi ólíkra stefnu, hvert landið að fara, en sá sem að nær kjöri, hann þarf að semja sig í gegnum þing þar sem eru mjög flóknir og skrýtnir hagsmunir og kannski veldur því að forseti nær ekki að standa undir væntingum þeirra sem að kusa breytingar. Og þetta maður getur kannski fundið ástæðu fyrir þessa flókna dreifingu eða flokka að því að
þegar nýja stjórnarskráin Brasilíu var samþykkt 1988 eftir herstjórnin og allt það. Það var einmitt þannig að þau hugsuðu, þetta var í raun og veru var gert ráð fyrir að þetta yrði svona þingræði. En á endanum var einhverjum málamiðlum og forseti hélt valdið sitt. En samt fekk alríkisþingið miklu völd og þá þarf náttúrulega sá sem situr við forsetastóli að bara semja hvert mál fyrir sig næstum því. Þannig að þetta flókið. En Lula var kjörinn til þess að gera eitthvað. Hefur hún tekist að gera eitthvað? Ég held að hann var kjörinn fyrst og fremst til að losna, að svo að Brasilia geti losna við þennan hörmung sem hefur átt sér stað undanförnum 4 ár. Þannig hann svona eins og Biden var ekki Trump, þannig að Lula var eiginlega kosinn fyrir að vera ekki Bolsonaro. Og hann hátti líka sína sögu sem forseti í 8 árum og líka sína sögu með spillingu í verkamannaflokki. Þannig að þetta allt saman útskýrir að hann hefur rétt náð að vinna Bolsonaro og á móti var hann líka, þetta gríðarlegt vald sem fylgir því að vera sitjandi forseti í kosningum eins og í Bandaríkjunum til dæmis. Þannig að þetta þó að hafi munað litlu og milli þeim, þetta var samt stór sigur. Hann var að bjóða sig fram gegnum þessu gríðarlega sem sitjandi forseti í kosningabaróttu. Þannig að, og hann var kjörinn til að, bara koma okkur aftur í kannski hversdagsleika, politist, en líka til að vinna á móti þessum niðurskurðum sem urðu á kjörtímabili Bolsonaro. Þú sagðir að Bolsonaro megi ekki bjóða sig fram. Og það svolítið einkenni á brasilískum stjórnmálum að það dómstólarnir eru alltaf að dæma stjórnmálamenn. Þau ekki yfir lögum hafnir. Nei. Það nefnilega málið. En það vegna þess að stjórnmálafólkið í Brasilíu svona spilt eða það vegna þess að dómstólarnir eru pólitískir? Svona Hæstiréttur bara í eðli sínu pólitískur. Vegna hlutverk Hæstaréttar bara hvar sem í heiminum að verja stjórnarskrá og stjórnarskrá pólitískt plagg. Það bara ekki hægt að deila það. En ég var að minna svona pólitískur að þeir blandi sér inn í pólitískar deilur en í tilfelli Bolsonaro sem væntanlega frambjóða það í framtíðinni, þá hann dæmdur úr leik af alríkiskosningadómstól og kosningalög eðli málsins samkvæmt líka eru pólitísk lög. Þetta mikið túlkunaratriði en reglunar eru svolítið ítarlegar og skýrar og ef þú til dæmis gerir eitthvað sem þú mátt ekki gera, til dæmis ef þú að njóta einhverja styrki sem peningatvætti til dæmis eða misnota stöðu þína sem kjörinn embættismaður eins og Bolsonaro gerði, þá geta flokkar sem eru í andstöðu bara kært og þá verður kosningadómstóll að koma einhverju niðurstöðu í ljósi kosningalaga. Og niðurstaðan í einu máli að 2 málum þar sem Bolsonaro var kærður var að hann braut kosningalögum og verður bara að svara fyrir því og meðal annars hann dæmdur hann ekki kosningabær þangað til 2031 allavega 8 árum eftir að hann hefur framið þessi lagabroti. Sem svolítið langt svona því hann nú kominn á aldur svolítið. Lula eldri en hann í raun og veru en
það kannski ekki aðalatriði heldur það að áhrif hans að fjara út smá saman. Það eru fleiri leikendur að koma á sviði eins og þessi frambjóðin sem var að nefna í São Paulo borginni. Þá stundum gerir það á svona þessu nýja hægri að sá sem að kemur næstur hann eiginlega stillir sér upp ennþá lengra til hægri. Já. Það það sem gerist, því miður, en kannski les einhver tíma kjósendur í gegnum þessu og þeir sé líka kjósa á móti sínum eigin hagsmunum eða betri vitund. Við vonum það allavega að þetta með tímanum fólk bara með betri svona menntunarstig og allt þetta skilir sér í betri kosningar líka fyrir Nágrannar ykkar í Argentínu kusu forseta sem líklega lengst til hægri af öllum sem hafa verið kosnir nokkuð staðar. Já. Hefur það áhrif eða hefur það áhrif yfir til Brasilíu? Ég held að það að Bolsonaro hafi verið forseti í Brasilíu hefur haft áhrif á kosningum í Argentínu, á niðurstöðu í Argentínu. Bolsonaro náttúrulega stillir sér upp með Milei, eins og Elon Musk gerir líka, sem þessi stjarna hægri afla í heiminum núna. Ástmögur Trump. Þannig að auðvitað hefur þetta áhrif vegna þetta ég myndi segja það en ég hefði eins og segja Bolsonaro ekki eins vinsælt og hann var fyrir síðustu kosningar og ef hann úr pólitísku áhrifastöðu í 8 árum þá koma fleiri og nýir og kannski eins og þú segir bara róttækari frambjóðendur í hans stað. Annað af því að mikla breytingar í svona heimspólitíkinni og meðal annars svona eins og áhrifastaða vesturveldana sé að minnka og Kína, Indland, Brasilía, Suður-Ameríka eru svona, það svo að segja verða til einhver svona tilraun í suðrinu að byggja upp svona þeirra heimskipan og Lula hefur verið svolítið þáttakandi því. Já, og samt þetta BRIC-löndin sem við erum að tala núna, Já, þetta var hans frumkvæði líka á sínum tíma, en við erum núna í smá, fyrirgefn. Ég bara veltar með hvort þetta, þú veist, hvernig Brasilíumenn horfi á þetta, hvort þeir horfi á þetta sem jákvæða þróun eða hvort þetta sé bara eitthvað sem að Lula og stjórnmálastéttin í höfuðborginni að leika sér að. Já, þetta nýlendu þjóð sem var fundin upp af Portúgalum og við höfum verið í yfirráðasvæði Evrópu lengst af í okkar sögu, rúmlega 500 ára sögu sem þjóð, svona sem vestræn þjóð. Það verður náttúrulega þjóðir þarna undan og síðan eftir seinni heimsstyrjöld eru náttúrulega undir áhrifum Bandaríkjanna, kalda stríðið. En eins og þú segir, heimurinn að breytast og efnahagslega vald liggur eða dreifist núna meira, ekki aðeins í Norður-Atlantshafi. En Brasilíubúar kæra sig ekki kannski eins mikið þessar pælingar. Þau fara þangað sem áhrifavaldar sem eru pólitíkusar fara með þeim. Það líka 20 ára sög svona efnahagsbandalags milli þjóða Suður-Ameríku, Argentína, Brasilíu, Úrúgvæ og Chile. Við erum ekki enn komið með svona raunverulegt efnahagsband, svona svæði eins og Evrópu. En það tók þetta langan tíma í Evrópu að byggja þetta upp. Þetta stórt batteri. Það tal eitthvað svona sameiginlegt gjaldmiðil einhver tíma, en þetta ennþá bara draumóranir hans Lula og félaga, sko. Við erum háðir kynverjum, efnahagslega. Viðskiptin við Rússland eru svolítið í salti núna vegna stríðsins. Þannig að þetta svona
þetta hefur ekki sama vægi og hafði þegar Lula var forseti fyrst og í annað sinn líka og Dilma í kjölfari. Þannig að þetta býður kannski betri tíma. En maður spyrja það einu að því að það var svolítið verið að tala á Íslandi svona aukið ofbeldi í samfélaginu og svona alltaf þessi hryllilegir atburður þar sem að börn falla fyrir morðingjahendi svo sem var rétt að orða það. Þá var maður að skoða svona mordtíðni hér og þar og þá náttúrulega hún hryllileg í Brasilíu. Hvað veldur þessu ofbeldi sem í þessu samfélagi? Ég held að sé bara misskipting, svona fyrst og fremst. Ég held að Brasilía sé samkvæmt tölur erum við með versta svona með versta stéttaskipting og misskipting gæða og tekna á Vesturlanda í Ameríku bara í heild. Þetta á pari við Afrikulöndin. Bara eitthvað svona elita sem á gríðarlega mikið af penningum og verðmætum og svo almúðurinn sem á ekki fyrir mat eða heilbrigðisþjónustu og svoleiðis. Þannig að ég held að það sé bara fyrst og fremst það. Náttúrulega þetta býður upp á að glæpagengi eiga greiðan aðgang af mannafl, drengi sem eru í fátækrahverfum. Og líf þeirra einskis metið. Bara það fórnaði bara eins og vilt. Allavega, þú veist, fólk sem býr í hvernig aðgerðir lögreglu í fátækrahverfum. Þetta bara, þú veist, þarna þau bara fara með hörku. En ef þú ert í miðborg São Paulo eða í Brasilíuborg og hvítur, þá ert þú í góðu lagi. Þú veist, með stjettinni og svona. En ef þú fátækur, þá eru réttindi þín bara, ekki virðir. Þú elskar Brasilíu. Hvað segirðu? Þú elskar Brasilíu og svo þú kemur. Hefurðu svona ugg í brjóstu svona hvert samfélag að þróast eða ertu bjartsýnn fyrir hönd Brasilíu? Ég frekar svona sem Brasilíumaður, við erum frekar svona bjartsýn sem fólk, sem þjóð. En við verðum líka að vinna okkar heimavinnu. Menntakerfi. Við eigum tiltölulega sterkt svona heilbrigðiskerfi en öryggi náttúrulega í málum, bara mjög margir sem eiga skotvopn og mikið smiglað inn af glæpagengjum. Það útskýrir líka tíðni, morðatíðni í Brasilíu. En ég held að miða við hvernig þessi stéttaskipting og misskipting gæða var þegar ég var barn. Þetta að breyta smá saman. Þrátt fyrir bakslag eins og þegar Bolsonaro var kjörinn. Þá með uppbyggingu svona skólakerfis og heilbrigðiskerfis og hvað? Ríkisháskólar og við eigum bara eins og ég segi bara heilbrigðiskerfi sem svipað fyrirkomulag og NHS í Bretlandi. Öllum ókeypis. Þannig að það eru biðlistar eins og alls staðar. Jafnvel ef þú ert með enga sjúkratryggingu eru biðlistar líka. Og tryggingafélög alltaf að deila hvort að þau borgi þetta eða ekki. Svo það sem kostar að fá sér heilbrigðisþjónustu þá hverfa biðlistarnir vegna þess að þeir sem eigi peningin ekki í biðröðinni. Þannig að það eiginlega, það læknar ekki biðröðina. Það bara veldur því að fólk sem á ekki peningi bara fer ekki í biðröðina. Já, nákvæmlega. Þau bara, það sé ekki bara... Og þetta ekki óttast biðröðir. Biðröðir getur verið hollustumerki. Eða svona, þess að við táknum að sé allavega allir hafi aðgengi. Jú, allir, og það dæmi fólk sem fjölskyldur vegna eiga ég meina erlenda sjúklinga sem fara þangað til að fara í dýrum aðgerðum eins og bandaríkjamaður sem fer kannski í svona ígræðslu og einhverju svona líffæri eða alnæmis ókeypis í Brasilíu öllum. Þannig
Þannig að þetta líka stjórnarskráa 1988 og þau kannski gerðu sér þingmenn á sínum tíma. Þau gerðu sér ekki grein að þau verða samþykkja svona breiða og sterka heilbrigðiskerfi, en þau gerðu það allavega. Þau mega alveg eiga það. Herru, Luciano, takk fyrir að koma hingað og ræða okkur í Brasilíu eins og gerir oft. Takk fyrir að hafa mig aftur. Já, takk fyrir. En við ætlum að sitja hérna áfram og reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Það næsti kaplir eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is